margir sem kom ennþá að mann og segja bara, veist að þetta er flottasta lag alltaf tíma. Já, og líka þegar það kemur öskri, sko, skrýmið í Svessa þarna, þú heyrið það? Ég veit það. Ertu með það þarna? Já, það er að koma hérna núna. Og svo? Herðu þér að hlusta á FM 95 blöð þennan þriðju daginn, hvað er ekki, 50 eða 70 des, skiptir kannski ekki öllu máli. Nei, það skiptir engu máli hvaða dagur er, maður. Svo lengi sem allir sé í stuði. Það er rétt og það er stút fullur þáttu framöndan hjá mér og Sveppa í dag. Ó, já, kallum við. Það hefur sjaldan verið jafn smekksneisa hjá okkur, sko. Við erum með símtal við Múttu hérna rétt handa við hornið. Já. Hún var ekkert allt og kátt í að heyra í okkur. Nei. Nýr dagskrárliður sem heitir Pick-up línur í New York. Ó, já, Auðun Blöndal er nýkomin heim frá New York, kom klukkan 6 í morgun. Já. Og ég fagna því að þú ert útvarpsmaður en ekki sjónvarpsmaður núna. Nú, hvað er þreytulegur að það? Þú ert alveg svakalega illa til fara, maður. Er ég? Ég er bara óskuð venjulegur hérna í stúdíónu. Með svona 3 daga skeggið. Já, ég meni, ég er ekkert með að raka mig 3 daga, annars feskur. Já, og sem sagt Pick-up línur í New York, það er ný dagskrárliður sem gengur út á það að ég var með falinn mikrofón sem einhverja viðbjóðslega Pick-up línu sjálfur, bara eitthvað bull og fer og reynir við konur. Og hvernig gekk þetta? Tókstu mikið? Já, ég tók upp alveg 12 eða 15 stykki. Ok. Og já, fólk heyrði það bara eftir hérna hvernig það gekk. Já, hvernig var úti? New York, á ekki að maður, ríkilega gaman. Þú varst ekki einn? Nei, ég og Hjörvar, Hjörbi K. Hjörbi K. Já, 50-dags maðurinn, fór með mér. Já, það er nefnilega dálítið, sko, og veist, hérna, nú þekki ég Hjörbi K bara svona, veist, hæ, og hvað segir kallinn og allt þetta, sko. Hvað segir kallinn? Ó, gamli, allt þetta. Já. En ég veit, sko, maður þarf að ferðast með mönnum til þess að kynnast þeim. Já, Hjörbi er snillingur. Ég skal lofa því að það er erfitt að finna skemmtilegri ferðamann. Hann er mjög opinn og hress og við kynntumst bara endalaust að liði, sko. Ég er með bara símanúmer og mail núna. Við kynntumst lögfræðingi sem heitir John. Hann er algjör snillingur og hann á season tickets á The Knicks og ætlar að bjóða mér og Hjörbi á leik einhvern tímann. Nú, ok, hann er hann svona svipu típa á þú? Hjörbi? Já, í Bandaríkjunum, þá dettur hann alveg svona, þú veist alveg, ég hata ekkert að tala við kannan, sko. Nei, þú svona viður áfram, hey, how are you doing, guys? Já, og svo kynntust við að veteran called Glenn, það var þvílíkur eðalmaður. Hver er það? Glenn, hann er 49 ára gamall blökkumaður sem var á leiðinni heima vellinum en mandaði $5 og þú gast ekki borga með korti þannig að við Hjörbi bara, hey, we'll pay for you bara, really guys? Þá er þetta eitthvað sko a former marine og vann sem bouncer í New York fóð bara með okkur á skemmtilegustu og flottustu staðina Bouncer, hvað er það? Það er svona útkastari Já Þannig að hann var alveg með þetta, Glenn. Svo gettust við Kenny á vellinum. Kenny? Á hvaða velli? Hvert fóruð þið? Við fórum á New York Giants á móti Green Bay Packers. Svaðalegu leikur. Ég mista á honum. Í hvaða íþrótt? Hvað er það? Nei, ameríski fótboltinn. Það sem er líka svo fyndið með kannan, sko, að þeir töpuðu liðið sem við vorum á heimaðalli hjá. Tapaði með, sko, field goal á síðustu sekundunum. Hefði þetta gerst í Englandi, þá hefði allir verið kolvittlausir á leiðina vellinu, bara anskotin, United tapaði, Liverpool tapaði og menn bara geðbilaðir. Þarna voru bara allir bara með pulsun og hlæjandi, bara hey, you guys, the Packers, you're still undefeated, that wasn't fair, og eitthvað svona, allir bara í góðu skapi samt. Þannig er kaninn svolítið. Ég er nýbúinn að tapa svona leik, ég hefði verið geðbilaður. Þeir eru bara, better luck next time. Yeah, go Packers, no, go Giants, no, go Packers. Já, og svo við bara faðmast. Og meðan í Englandi þá er sko lögga sem að heldur liðunum bara. Já, það eru bara hestar á milli. Já, þannig að kaninn er svolítið lípa á þessu. En eins og, já, við höfum komið fram, það er stút fullu þáttur. Og ég ætla að byrja hérna á lagi sem að mér finnst hrikalega flott og er með Linkin Park. Take it away, Linkin Park, in the fork, with the snark. Akkur er það ekki að koma? Ok. Nei. Þetta er flott, ég Hvað er að gerast þetta? Þetta var svo töff, ég var komin og ég sagði take it away, Linkin Park. Þá hefði ég viljað að lagið myndi byrja. Já, ég veit að það átti nú að vera þannig, það bara heyrist ekkert í þessu. Já, það er að fara bara hérna. Í miður. Hvað er þetta? Þetta er Ben Howard. Ben Howard? Með The Fear. Besta lagi heim. Já, skemmtilegt grúfi lag þátt ferð. Hvernig varst að fíla þennan? Þetta var mjög gott. Ekki? Þetta var nágætt, þetta var svona ekki eins og við erum vanið hérna. Þetta var svona þægileg þriðjudags tónlist. Já, en það sástu líka bara þegar að lagið var í gangi, þá vorum við bara eitthvað að spjalla og já, voða kósí hjá okkur. Ég fór til dæmis á Baggalúts tónleika. Já. Það var mjög gaman. Já, þú fílað þá. Ég fíla Baggalút í tætlu, sko. Og hérna á mjög fyndið, ég fór á tónleika með þeim í Háskólabíó á föstudagskvöldi síðasta kl. 9. Já.
og fekk mér nú eitt flöskubjór svona í tilefni dagsins. Ok, föstu dagur og svona. Já, og ég alveg, heyrðu, má fara með bjórinn inn í sal og svona. Já, ekkert málum, máttu fara með bjórinn inn. Ég alveg, ok, flott maður, gaman að því og svona, sko. Já. Heyrðu, svo þá fór ég á klósettið. Þá komst ég að því að, hvað Íslendingar eru klikkaðir maður. Nú? Þar var bara eitt gamall svona jaxl. Sveppi maður, heyrðu, fóðuðu nú eitt var með, pela á sér, sko. Ok, smikla áfengi. Já, smikla áfengi og var að drekka viski, sko. Og svo svo fyrir framan mig, þar sátu nokkuð pör og svona, allir með sér. Já, ok. Allir að tóku. Það má ekki það. Ekki að það selta áfengi að inni? Nei, seldu bjórin, þá voru allir að staupa sig inn í salnum. Þetta svona... Það er ekki svolítið plebbalegt að vera að smikla áfengi inn á tónleika? Jú, það er alltaf svona, þetta er svona eins og þegar maður fór á völlin í gamla daga. Já. Eða veist að ég fór með pappa á völlin, þá var hann kannski með pel á sér eða eitthvað, skilur. Landsleikur, kalt úti, Ísland tapar alltaf. Veist, þá er gott að ylja sér með kannski smá viski. Já, nákvæmlega. Þannig að hann tók með sér smá pilla. Já. Þetta var ekkert eitthvað svona vandamál sem að þú varst að glíma með pappaðinum að það. Nei, hann fór ekkert á alla leiki. Dauðadrukkin, sko. Það var alltaf gaman að sjá samt. Menn voru svona að fá sér, sko, í miðjum lögum á bakalúti, sko. Já, ok. Þetta er þetta inn. Við hringdum í Múttu áðan. Já. Ég var að spá ekki bara leyfa hlustendum að heyra hvernig mamma tók í okkur þennan þriðjudaginn. Já, ég nefnilega vildi heyri henni. Já. Halló? Ertu eitthvað að byrja að skræta? Ég nenni ekki að tala við ykkur. Er komið eitthvað skraut heima? Ertu að byrja að skreita fyrir jólinn? Mamma? Ég nenni ekki að tala við ykkur. Tala um þetta, ég er að keyra. Erðu mamma? Mamma? Já. Mamman Simma, Já. Ég las það á Facebook helgina, mamman Simma, ég þætti hans á laugardaginn á Bylgjunni, átti vist einhverja bestu innkomi sína ever þar. Já. Hún hefur vist aldrei verið að pressa og fyndin, svo ringi ég núna í mömmu mína og þú ætlar að skella bara á soninn. Já. Eina soninn. Já, er þið ekki eini sonuðinn? Enga soninn, já. Ég er að keyra, ég hef ekki svarað, hefði ég geta kíkt á síman. Hefði ekki svarað það. Ertu búin að skræta bílinn? Er eitthvað jólaskraut í bílnum? Nei. Ekki jólaskraut í bílnum, bara heima. Þú ert byrjað að baka? Já. Ég nenni ekki að tala við ykkur, ég er að keyra, ég má ekki, það er að koma að löggan í þetta. Já, ég veit, en nú er Dæja sýsti flutt út. Er það einmannað eða er þetta kósí hér? Mjög kósí. Er það ekki? Jú. Og notalegt. Mjög notalegt. Ekki gott að koma eftir erfiða vinnudag og sipa í sér einum bjór bara og hafa kósí. Slaka á með jólinn og... Ætlar að slaka vel á jólinn, mamma? Já, ég er að vinna á aðskota. Nú er það. Þá kannski kíkju á þig. Hættu sögðun, ég ætla ekki að tala við ykkur. Eyri ég setna skan. Ég er góður annars. Já, fínt. Og Sveppi, þú ert feskur? Já, mjög góður og bara jólinn og sonið var að koma frá útlöndum. Já, ég veit. Ertu búin að sjá hann eitthvað? Nei, kom hann ekki morgun? Jú, kom í morgun. Ég var að hitta í vikunni bara. Já, hittir í vikunni skan. Henda okkur einu ljóðið til lokin. Ég ber heils ykkur, verið Eitt brandara, mamma. Segðu eitthvað skemmtilegt. Get ég komið í fylltang kjúkling? Heyrðu, hún var hress. Við þökkum henni kærlega fyrir spjallið. Alltaf gaman að heyri mömmu Sauta og við skiptum beint í tónlist. Það er fallið lag. Já, þetta er söngkonan Lana Del Rey með lagið Video Games. Þetta er ríkilega flott lag. Já, þetta var huggulegt. Þetta er samt ekki svona lag sem bara held ég að hlusta í þingunni eða svona, þetta er svolítið niðurdrymandi lag. Já, þetta er svona angurvært. Já, en mjög kósí einhvað að síður. Já, það er oft gaman að hlusta á angurværa tónlist. Ángurins. Svona þegar maður er að baka eða gera eitthvað heima. Já. Þá hlusta ég á angurværa tónlist. Já, angurværa tónlist. Við glemdum að segja það, við ætlum líka að hringja til Noregs. Af því að það Ísland-Noregur er að fara að keppa í handbolti í kvöld. Stelpurnar okkar. Stelpurnar okkar er að standa sér hrikalega vel. Já, er að slá í gegn og við Sveppi ætlum að hringja til Noregs og eftir og segja dönunum að norðmönnum að þeir eru ekki séns. Já, nú sko normenn eru leiðindar þjóð. Bara ég biðst afsökunar ef ég er að særa einhverja norðmenn að núti sem eru farin að skilja íslensku. Ef ég er að fara til útlanda, þá leita ég ekki að landi sem er dýrara og kaldara en Ísland. Nei, er kaldara það? Já, þetta er viðbjóður. Við fórum aðstöð til Oslo. Já, mannst ekki, maður kaupir sér einn tvöfaldan latti og maður það bara veðsetja bílinn. Já. Það er bara 2000 kall fyrir einn bjór. Já, og þeir eru orðin svo, þeir eru eiginlega að vera leiðilegir en svíjarnir. Já, þeir eru að vera svona montnir, norðmenn eru mjög montnir og svo eru rónir ókslega ríkir. Já. Og þú veist hvað gerist þú verður mjög ríkur.
og verður leðlur. Já, og það hérna sko, maður á þetta samtal, já, heyrðu, við þurfum að fara eitthvað til útlanda, eitthvað svona. Maður nefnir aldrei, heyrðastu mín, hvernig líst þér á Oslo helgina? Aldrei. Nei. Nema að í bíómyndin okkar einn Oslo. Já, en það er bara Þorsteinn Guðmundsson að gera grín að Oslo. Já, nákvæmlega. Ef maður myndi fara að lesa milli línana, sko. Já, en það er ekki margir hlustendur okkar sem vita það að þú átt fyrrandi kærustu sem að fara að keppa þig ekki. Jú, það var ekki ætlun mín að ræða það, sko. En þú veist það, já. Já, mér finnst það bara gaman. Já, ég á... Fyrrandi kærastæðin sem fara að keppa á HM í handbolta. Æsku ásti mín í Brasilíu. Hvað hérna, kynntist þinn í gegnum handboltan þá eða? Nei, við vorum saman í skóla maður. Já, ok. Grunnskóla, menntaskóla. Þú varst ekki í landsliðinu, en hún er í landsliðinu. Ég keppti eitt landslið. Þú kepptir ekki landslið. Ég keppti ofta á móti landsliðsþjálfara kvenna, Ágúst Jóhannsson. Já, ok. Hann var mjög naskur. Nú þú hefur gríðalegt vit á handbolta. Já. Eigum við góðan sens í kvöld, Sverrir? Sko, það er náttúrulega engin leikur búinn fyrir en dómarinn flautar af. Og það er algjört lágmark að við verðum að skora fleiri mörk en hinnir. Já. Annars er þetta tap. Já, þú vilt meina það, ef við skorum ekki fleiri mörk en norðmenn, þá töpum við sem leik. Ertu alveg viss á því? Bara absolutt. Já, ok. Og sko ekki nóg með það, heldur þurfum við að taka þessa íslensku, við þurfum að ná upp ákveðni stemmingu í hópinn, sko. Já, en maður finnur líka að það er að detta inn góð stemming fyrir liðun á Íslandi núna. Ég er mjög ánægður með það. Og það var verið að senda stelpunum vídeo, veit ég, það voru svona fullt af frægum handboltamönnum. Já. Meðal annars ég, til dæmis. Var eitthvað vídeo með svona frægum handboltamönnum og ég var þar. Ég veit ekkert út af hverju, ég var bara beðin þetta. Og ég hvetja stelpunar og svona. Já. Og senda þeim kveðju, þannig að þær eru örugglega að horfa á það núna, sko. Og þá peppast þær upp leið og þær vita peppast ekki upp ef hann sé Sverrir Þór Sverrisson var að hvetja hann áfram. Einmitt! Bara eftir sveppi hérna stattu þig. Nákvæmlega, ég geti verið lukkutröll íslenska kvennarverðsins. Ég var oft í Blíð og stríðu Icelandair. Já. Ég þurfti að taka það svona kvennamóti. Það var ekkert leiðilegt að vera bara í Brasilíu núna í staðinn fyrir að vera hérna í 20 stiga frosti á Íslandi, sko. Já. Og allt í apaskít, sko. Já. Hérna fáum smá auglýsingar. Komum við öllur. Kringlunni og Smáralind og FM 957 efnandir keppni í klæðaburði inn á fm957.is. FM-pittarnir Marin og Rikki G fóru til ljósmyndara og klættist flottum fötum úr Jack & Jones. Sjáðu myndirnar á fm957.is. Hvor er flottari í tauginu? Þú leggur inn þitt atkvæði og átt möguleika og eignast alveg eins föt sem passa akkurát á þig. Heiðar Austmann telur atkvæðin og tilkynir úrslitin og hringir svo kannski í þig. Fáðu þér föt í Jack & Jones. Taktu þátt í skemmtilegum leik á fm957.is og vertu flottur í tauginu. Viltu vera hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgun þættir Magasín drögum út heppin einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Ístertur, ístertur, ístertur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Það er þægilegt að gera jólainkaupin í Kringlunni og hvergi betra úrval veitingastaða. Kringlan í jólaskapi. Er pláss fyrir 3 milljarða undir jólatrínu þínu? Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgar í hádeginu. Steikborgar á kvöldin. Hamborgarabúla Tómasar. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makkland og nældu rétt kvikindi. Makkland, Klapparstíg 30, makkland.is. FM 95 Blö er í boði. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur Kredíaláni sitt fellt niður. 1 SMS í 1919. Kredía. Þá er komið að því sem allir hafa beðið eftir The Talk of the Town. Já, það eru allir að tala Þetta, nú erum við að gera stoppa bílinn, niður með netið, eða út að lappa, stoppaðu. Já. Íslenski draumurinn er gengin út. Fjölnir Þorgeirsson er kominn á fast. Fjölnir Þorgeirsson. Nokkrar skvísur að núti núna sem eru að upplefa martröð þegar að heyra þetta. Já, Fjölnir Þorgeirsson, einn fallegasti maður Íslands,
bjargvættur íslenska hestsins. Já, maður sem tók 80 hesta og hendi þeim upp úr tjörninni hérna á sínum tíma. Á korteri. Já, rúllaði allir lifandi. What a man. Sko, ef að þetta er ekkit Rauma Tengdasonur, þá veit ég ekki hvað. Nei, herðu, ekki bara er Fjölnir Þorgeirsson búinn að ná sér í konu. Heldur er þetta, já, stelpa sem við þekkjum og heitir Bryndís Ásmundsdóttir. Bryndís Ásmundsdóttir er svo hefna. Herðu, ég get nú bara sagt þér það, ég er hérna með Facebooki með opið. Já. Er inn á Fjölnir Þorgeirsson. Já. Herðu, þar stendur hann ásamt henni Bryndísi. Þau eru voða fínum fötum hérna, sérðu. Og hér stendur, ég er ástfangin upp fyrir haus. With Bryndís Ásmundsdóttir. Já. Og það eru 100 likes á þessu. Það er ekkert minna. Hann þurfti að berjast fyrir því að finna réttu stúlkuna. Já. Hann var með Melby. Já. Hann var með Amundu. Hvað heitir hún? Marín Manda. Marín Pandabjörnin hana í Nóri, eða hvað sem hún bjó. Hann var með norskri konu líka einhvern tímann. Já. En hvað endar þetta? Á íslensku gyðjónum okkar. Auðvitað, hann er komin áttur heimstrákurinn. Það er bara þannig, Fjölnir Þorgeirsson. Og ekki nóg með það, þú veist alveg hver Bryndís hefur, hún hefur verið með manni. Með manni, já, hún gift við hún var gift Atla Þór Albertsinni í Strákanum, kallum minn. Atli sem var með okkur í Strákanum. Já. Þau voru gift og eiga saman barn. Já, börn eitthvað, en þau eru skilin og allt í góðu með það. Svona gerist bara. Svona gerist. En greið Atli núna. Já. Þú vilt ekki einhvern veginn að fyrrverandi sé með The Fjól. Það er bara, þú veist. Hvað er fyrir þetta Bryndísi? Þið náttúrulega saman. Já, er hún búin að ná sér nýjan? Já, hver er það? Fjölnir Þorgeirsson. Greiði strákurinn, þú veist. Þú átt ekki breyk. Ef einhver tíma væri hringdi í Atla. Við ættum að hringja í Atla. Jú. Það er ekki fulljótt. Nei, bara spjalla við hann svona. Bara að hann náttúrulega veit af þessu. Já, þetta var framan að sjóða heist. Já, ég meina við erum að tala hérna frægt fólk, skilju. Það eru 3 frægir hérna. Við erum að tala Bryndísi, Fjölnir Þorgeirsson. En hvað ætlar að fara stríðunum á því að... Nei, við byrjum bara að spjalla við hann í rólegheitunum. Bara svona, já, við erum í útvarpið, þú varst með okkur og svona. Já. Komum dalt, ertu með númerið? Það sé að ekki bara ringi... Jó, hringdi ég með þennan, sjá. En við mögum ekki vera leiðileg. Nei, við komum svona bara, við spjallum við hann og komum svona dalt bakdera megin með þetta, skilju. Þannig að hann geti ekki annað að rætta við okkur, sko. Já, kæru hlustandir, þau sem voru að kveikja á útvarpstækjunum ykkar. Þetta er Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson í útvarpsþættinum FM 95 Blö. Við erum hérna að tala um það að Fjölnir Þorgeirsson byrjar með... Halló? Halló? Á hverja? Atli. Atli, Sællinur. Nei, Sælir. Þetta er Sveppi Krull og Öddi Blö. Ég heyri það. Hvað segir? FM 95 Blö. FM 95. Þú ert í beinni útsendingu á FM 957. Nú, ok. Er það í fyrsta skipt á ævinni, Atli? Sem að ég er í beinni útsendingu? Nei, á FM. Á FM? Já. Hefur þú náð inn, hefur þú hringt inn og fengið lag eða eitthvað? Nei, ég reyndi að finna bíó með þarna daginn. Á þarna íslensku myndina þarna með Sveppa Krull. Já, barnamyndina maður. Já, ég enda á því að það borga 3 og 5 fyrir mig og 2 börn. Tóntu þessum. Hvað er að frétta Atlanum? Þetta ekki ferskur? Alltaf, jú. Ná, ekki. Hvað er það vesenast þessa dagana? Herðu, ekki neitt maður. Ég er að jafna mig bara eftir að hafa slatað mig í vinnunni í gær. Nó? Já. Hvað kom fyrir? Hvað, ekki við erum hann á Facebook, eða? Jú, ég samt ekkert eitthvað að lesa Facebook alla daga bara. Nú, ég er inn á þínu og hverju með þetta hvað kom fyrir? Það er skara með framhandlegginn, helviti vel. Hvað er þetta að vinna? Þetta var mjög brúsvillislegt maður. Tók ég sundur bláæð og svona 4 sko. Þetta meina? Ég verði alveg grútharður. Þessi árásnín á handleggina tengist ekkert einhverjum fréttum vikunar eða það? Var þetta ekki bara óvart? Jú. Ég skuldaði engum. Nei, maður að heyra að það er fólk ástofangið hérna út um allan bæ og eitthvað svona. Hvort það kannski tengst í eitthvað. Hvað? Þú hefur ekkert verið að... Nei, við vorum að tala um það allir. Já. Að hérna... Finnir þið konaðinn? Já. Hún Bryndís vinkun okkar. Já. Hún er komin nýja mann. Hún er komin nýja mann. Þú vissið það náttúrulega. Nei, þú vissi það. Þú veist að hún er komið mann. Já. Þú veist hvaða maður það er, eða ekki? Já, ég hef hitt á hann minnst. Fjölnir Þorgeirsson. Já. Bryndís er núna með Fjól. Já. Fjól. Þetta er maður sem að bjargaði 80 hestum frá drukknun hérna daginn allir. Já, hver er það að vera með þetta? Nei, við erum bara svona aðtóa hvernig
Hver eru þín viðbrögð? Hver eru mín viðbrögð? Nei, þú veist eins og það, sko, Alli, ekki alls engin leiðindi. Nei. En hann náttúrulega svona... Maðurinn. Svona... Ekki það að þú sért eitthvað ljótur. Þú ert frábær, Alli. Þú ert góður strákur, sko. Ég svo miklu asnar. En hann náttúrulega svona ívið huggulegri. Já, er þetta ekki maðurinn sem að tók og bjargaði hestum alveg hægri vinstri út tjörninni? Þetta er eitt mesti maður sem hún finnur, Alli. Þannig að hann má segja að Bryndís er búin að uppgreita. Nei, ég að stríða. Hún fór í sagaklass, maður. Við mögum ekki að svona leiðilegi við. Ég er að fara að eyða aukt út á Facebook. Herðu, þú veist náttúrulega, við þekkjum þig mun betur. Þú ert stórkostlegur karakter. Takk ykkur fyrir. Nei, veit það, strákum minni, er þetta ekki bara topp náungi? Jú, Fjölnir er það, sko. Hann er toppmaður, þannig að ég... Þú veit, sko... Ég bara ánægði með þetta. Auðvitað. Það er engin kerkja. Það er ekki eins og ég sé Ross úr Friends, sko. Nei. Ég hef kannski verið svektur ef hún hefði byrjað með Völu Grant, en... Já, þetta er, sko, minna að þú ert að hugsa þetta þannig, þetta er topp maður og æðislegur strákur þannig að það er ekki bara allt í gúti. Já. Frá mínum bæðinu? Jó. Ég er toppmálum. Já. Ert þú að hitta einhver, Alli? Nýbúin að meiða... Þú ert á lausu? Þú ert á lausu. Ég er á lausu. Já. Varst að meiða þig mjög illa í hendinni? Köstum því í loftið. Já. Ég er einhleipur og ég var að baka jólakökur og mér vantar hjúgrunn. Já, þá bara vita stelpuna sem er að hlusta það að núti og maður sé, ef að sko með það hún náði sér í Fjölnir Þorgeirs, hvað við þurfum að finna eitthvað stórkostlegan pakkaðan Alli, það er bara þannig. Ég er bara að treysta á ykkur tökum minnur að græja það. Ertu mikið fyrir eldri konur? Er ég mikið fyrir? Spæði mömmu þá það? Já, mamma sötur á lausu, ég er nú kannski ekki að pæli alveg svo gamlu kannski. Já, ég veit ekki. Linda P. Já, Linda P. Linda P. Já, hún náttúrulega var með Fjölnæðinu sinni þannig að þá var þið bara svona swapping. Það er dálítið svona... Rósalega eru þið með þetta á hreinu. Herðu, við erum fjölmiðlamenn, við fylgjumst með góðu slúðri. En Alli, gaman að heyri þér og við óskum þér allsins besta og ekkert láta það bögga þó að þú setja á lausu og allt að gerast fyrir þetta og eitthvað. Nei, ég kannski fæ reiðnámskeið út á þetta. Já, frýtt reiðnámskeið. Snillingur við erum hér. Þetta var reyndislegt, Alli er alltaf þess. Alli snillingur og hann er góðu fengur fyrir konur hann úti. Ég lofa ykkur því. Byttu fyrir þér. Byttu fyrir þér, við setja þykka hár. Já, þetta er ekki Rolling Stones eða Beatles og ekki er þetta Creedence Clearwater. Nei, þetta er Dave Guetta með lagið Titanium. Ójá, að gera næla sér í diskinn alveg frábær. Stórkostlega diskur. Herðu, ég fekk nú bara tölvupost þetta strax frá, Hexju búningalegu. Já. Og hún spurði, er ekki lagið með ykkur? Alli er svo miklu heitar en Fjölnir, come on. Já, þær voru ánægðar með hann hérna í Hexju. Búninga. Já. Alli, ef þú ert að hlusta farin í Hexju, skelltu þér í þröngan Batman búning maður og talaði við stelpunar þar, það er ánægðar með. Ég reyndar síðan fyrir mig núna allt í Batman búning og það er æðislegt. Já. Herðu, talandi Batman búning? Já. Þá er komið að nýjum dagskrárlið. Samskipti kynjan og annað. Já. Ég sem sagt nýkomin heim frá New York, kom í morgun og þar tók ég upp nýjan lið sem ég kalla New York Pick-up línur. New York Pick-up lines. Yes, nema það allar þessar pick-up línur sem ég er með eru viðbjóður og ég samdi þær allar sjálfur. Ég er ekki að taka frægar pick-up línur og prófa á konur. Já, ekki svona, byttið pappiðin þjófur. Já. Hann stál stjórnunum og tróðum upp í augunum þér. Já, nei. Heldur er þetta eitthvað sem bara svona bull sem ég er búin að semja og ég var með falinn mikrofón þannig að stelpuna sjá ekki mækin á mér. Ég fann að þetta er miklu þægilegar að taka svona fyrir útvarp heldur en okkur tíma sjónvarp. Já, þetta er miklu einfaldara. Já, þurfti ekkert að fela neina kamerur og ég gæti gert allt sem ég vildi. Já. Þannig að ég ekki bara spila fyrstu New York pick-up línuna og... Dömur mín að komið að fyrstu pick-up línu dagsins í glænýjum dagskrárlið. Pick-up lines from New York City. Yeah. Það er komið að pick-up línu í New York og ég er aðeins að bakka hérna út af staðnum. Ég er búinn að koma mér hérna inn á þetta svona hálfgerður pub, hálfgerður skemmtistaður og ég er að reyna að leita núna. Ég sé reyndar það situr kona þarna með vinkonu sinni og staðurinn er svona semi fullur af fólki og þetta er ljósærð
Já, ég myndi að segja stelpa, ætlum sé ekki svona 22 til 25 myndi ég giska á. Og ég með línu sem ég búinn að semja sjálfur og hún viðbjóður. Ég ætla að reyna þess að þetta. Ég að labba núna hérna. Ég að labba í áttina að barnum og hún situr þetta með vinkonu sinni. Hún situr þetta með bjór, þannig að þetta Pía sem fílar bjór, en ég ætla ekkert að spila inn á það samt. Do you know, yeah, I'm good. You know, they say love is like a newspaper. Sometimes you just have to turn the page. Do you want to turn the page with me? Are you serious? What? Are you serious? Does that normally work for you? Is that like, do girls normally fall for that, or? No, you don't want to turn the page with me? No, not really. No. I mean, I just think love is like a newspaper. You just have to turn the page. Yeah. That's the second page. We're on 2 pages now. Yeah, yes. Can I buy you a drink? No, thank you. What are you drinking? What kind of beer is that? I drink wine, but I'm good, thank you. You don't want to... Oh, okay. Is that your... I thought you were drinking... Whose beer is that? You're not drinking a beer? No. Okay. You know, newspaper or not, I can buy you a glass of wine if you want. No, that's okay. I can buy my own wine. I'm good. Thank you. I got loads of money. Me too. What are you drinking? What are you drinking? What wine is that? I don't know. The bartender poured it. I don't know. Okay, let me buy your wine. No, thank you. I must go, Aisha. But, thank you for the offer. Thank you. Okay. I have to go. There you go. Are you leaving? I am, yes. I'm leaving. Sorry. Okay. Sorry. Herru, ég varð að... Það var eins og það var hrætt í mig. Þetta var ekki eins og þetta átt að fara. Ég ætla ekki að hræða stelpuna, þannig að allavega, þetta var pick-up line í New York. Dagblæðið virkaði ekki. Já, þarna var pick-up line að love is like a newspaper, you just have to turn the page. Þetta mest að kjafta sem ég heit á æfinni. Þetta, ég fekk gamla líka kjánarhóllin þegar ég var inni að taka þetta upp. Þetta svo óþægilegt, maður. Og einhvern veginn, ég veit það ekki, maður. Þetta samt fyndið. Já, þetta gaman. Ég þakka Icelandair kærlega fyrir að flóið okkur út. Já, alveg frábært hjá þeim sjónvarpinn og afþreyingakerfið. Afþreyingakerfið stórkostlegt. Það verið að sína vindilin þín að það og svona. Já, alveg stórkostlegt. Herði, þetta voru pick-up line í New York. Hér rétt handa á horni erum við með Sif Friðleifs í hitaklefanum. Já, hann sjóðheitur. Já, við ætlum að ringja í Sigga Storm og spyrja hvað djöfulinn sé í gangi með þetta veður. Við ætlum að ringja til Noregs og láta Nossa þetta heyra það því að Ísland að fara að vinna Noreg í handbolta í kvöld. Já, kallinn. Stelpunar okkar. Hell yeah. En nú þetta vinnur okkar, Jason Derulo. Já, kannski ekki besta lag í heimi. Nei, en það fjör í þessu, Sverrir. Það fjör í þessu. Helvitis fjör í þessu lagi. Já, svona. Þetta var skemmtilegt lag með Jason Derulo. En, er ekki bara komið að hitaklefanum, Sveppi? Heyrðu, það hitaklefin. Það eru margir sem að bíða spenntir eftir hitaklefa dagsins. Já. Það alltaf erfitt að ná þessum dagskráliðinn. Já, en... Það erfitt að ná í þingmenn. Já, það er mjög erfitt að ná í þingmenn. Og þetta líka fyrsta sinn sem kona í hitaklefanum. Ég fíla það. Já. Hún Sif Friðleifs. Oft eru þær dálítið svona hikandi þegar við hringjum. Já, þetta er svo fyrir mig. Það mjög nervara fyrir mig að fá konu til að stjórna með mér alltaf á miðvikudögum. Já. Það eitthvað, ég veit ekki, eitthvað við okkur sem að... Já, hræðir konur. Já, þannig að, en þetta allavega hitaklefi dagsins og við náðum í hana Sif Friðleifs. Bara setja það í gang. Dömum við nú herrar hitaklefi dagsins. Já, við erum ekki enn bara að búa til hérna, þú veist. Hitaklefin. Já, gerum það næst. Halló, heyrðu mig núna? Já, þetta Sif Friðleifs? Já, það sæl. Síminn hjá mér, gott að heyra í ykkur. Já, komdu sæl og ertu velkomin í hitaklefan. Takk. Gaman að heyra í þér. Sömuleiðis. Heyrðu, við ætlum að bara byrja á þessu. Akkur Sif Friðleifsdóttir alltaf í sjósundi? Af því að það er svo gott að kæla sig niður í sjónum. Framsóknarflokkurinn með allt niður í sig, Sif? Nei, alls ekki. Akkur segirðu það? Allt í góðu gengi hjá okkur. Bara okkur gengur ágætlega, fylgir og uppleið og ríkandi lukka. Af hverju hatar þú Vigdísi Hauksdóttir? Ég ger það alls ekki, hún er bara ágætt vinkona mín. Þú verðist að rakka mig niður á Facebookinu þín allavega.
Nei, ég skrifa ekkert hann á Facebook. Af hverju viltu ekki hafa áfengi í búðum, Sif Friðleifsdóttir? Ég ekki hlingt því og framsóknarmenn hafa nú álykta sérstaklega það að það sé ekki rétt að... Ertu hrædd að þú verðir dauðadrukkin sjálf alla daga ef þetta er selt í búðum? Alls ekki, nei, ég fer mjög varlega með áfengi eins og flestir allir. Hvar felið þið allt þetta fylgi sem að þið hafið? Hvar er það? Úti í saltæðinu. Eitthvað fylgi í Framsókn? Já, við erum ágætis fylgi og það er uppleið, við erum mjög ánægð með það. Það er lygi! Nei, þetta er allt hárrétt. Finnst þér Bjarni Ben myndalegur, Sif? Já, þetta er bara príðilega myndalegur drengur. Akkur viltu ekki hafa sígarettur neins þar annars þegar en í apótekum? Því ég vil vernda börn og ungmenni. Ég vil ekki að fleiri byrja að reykja. Það er mjög erfitt að hætta. Eru konur á Alþingi afbrýðisamar út í þessa stórkostlu húðina, Sif? Það veit ég ekki. Finnirðu fyrir öfund? Nei, Þú finnur fyrir öfund? Nei, ekki sérstaklega. Af hverju ertu ekki bara sjúkraþjálfari? Það er aldrei að vita nema maður verði það aftur á góðum degi. Það er gott starf. Af hverju er ekki F í Sif? Hvaða kjaftar er það, Sif? Af hverju er vaff? Því ég fætt og skýrði í Noregi. Það hlaut að vera eitthvað svona. Sif, við þakka þér fyrir spjallið. Það var gott. Takk sem við leiðist. Bless. Já, þetta var Sif Friðleifs í hittaklefanum, hún komst ágætlega frá honum en hún sagðist fyrir að ættleiti alinn upp í Noregi, þetta verið norskt. Hún fættist í Noregi. Já, talandi um Noregi og þá ætlum við að ringja þangað rétt og eftir. Já, láta það heyra. Já, þeir eru ekkert að fara að vinna Ísland, sko. Á FM 957 er önnur þáttaröðina Steindanum okkar sem inniheldur 8 þætti að drepfyndnum sketsum á samt bráðskemmtilegu aukaefni. Þá færðu þér fucking smákauðar! Alla vikuna kynnum við þessa frábæru þætti fyrir hlustundum okkar. Spilum lög úr seríunni og gefum eintök. Fylgstu vel með og nældu þér í eintak af Steindanum okkar 2 sem er DFD vikunar á FM 957 og hana nú. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Topshop Smáralind, Samsung Galaxy Ace og Galaxy Mini snjallsíma frá Samsung, jólaþrennan frá Happaþrennunni, færð þú þann stóra í vinning. Gjafabréf frá Orablú sokkaböksum, TT hárvörupakki frá Bedhead, bæði fyrir stelpur og stráka. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils malt og appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! FM 95 blöð er í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredja. Skemmtilegt. Frábært, enda lagið svona. Það er feedbacki. Þetta er flott. Hvað er í gangi? Herðu. Við tveir saman einir í stúdíói, setnipart þriðjudags og allt í rugli. Já, það er stór hættulegt að ég skul ekki lengur vera með tæknimann, sko. Nei, nú er eitthvað tæknimann að núti maður tjöfisins. Astnar eru þeir að vera ekki með tæknimann hjá svona gæja maður. Hvað rugli er þetta? Það er allt í rugli. Já, það er allt í abaskýtt hérna. Herðu, já, en það er málana, það er leikur í kvöld. Það er handboltaleikur. Já, Ísland er að fara að keppa við Noreg og stelpunar okkar er búin að standa sig vel núna. Já, það er unnu fyrsta leikinn, unnu Svartfjallaland með 1 marki. Já. Það var svaða leikur. Svo töpuðu fyrir Angólu. Og veistu það, ég verð bara lýsa fáfræði minni í Angóla. Ég vissi ekki að það væri til harpiks þar. Nei, hvað þá handbolta? Þannig að það er fullt af harpiksi að það er allt í trjám þannig eða ekki, ég bara veit það ekki. Ég er að syngja núna, Sverrir. Angóla, getur þú sagt mér einhverja staðrind Angólu? Get ég? Já. Það er skrítið nafn. Sjá. Það er staðrind. Halló? Angóla, þetta er Afrikuland, kallir minn. Halló? Til restaurant Eik, annen etasje. Booking er åpent alle dager fra klokken 09:00. Restauranten er åpent tirsdag til lørdag fra klokken 18:00 og til 23:00. Restauranten eller booking, vennligst vent. Það var frábært. Hvar var það? Þetta var einhverjum veitingastæðina. Já, það er náttúrulega ekki opið, klukkan er 5. Hvað er klukkan í Noregi? Bara svipaði ekki. Googlaði það. Þetta alveg er opið, maður sjá. Það var bara ekki annan númer. Hvað varst að segja? Veistu ekkert Angóla? Jó, þetta er Angóla er land í sunnanverðri Afríku. Með strönd og allt. Okay. Með landamæri að Namibíu.
Við ætlum að tala bara norsku við gaurana, eða ekki? Ég kann ekkert í norsku. Nei, bara bullum okkur áfram, það er ekkert að kunna neitt í þessu. Þú þarf bara að tala svona, þú þarf að svona syngja allt sem þú gerir. Já. Ég ætla að spila handbolta í Íslanda. Bara að tala mjög lúðalega. Bara handbolta. Ég ekki spila handbolta. Angola, maður. Ok. Heyrðu, það er ungfrú Angola, hún er mjög huguleg. Halló? Halló? Ja. Det er Norge? Ja. Ja, det är Norge. Är det en norsk restaurant, eller? Det är spansk restaurang. Ja, det är en norsk restaurant, ja? Ja. Ja. Vad tänker ni på matchen i natten? På handbollen? Vad sa du nu? Hade du att Island skulle vinna norsarna Den norska kvinnan? Ja. Ja. Tittar du på den norska kvinnan i handboll? Nej, jag tittar inte. De spelar nu i Brasil. Ja. Men jag har inte tid att titta på TV. Ja, no, titta på TV. Men i kvällen, de spelar vid Island and they are going ned. Ja. Du har inte chans? Nej, jag har inte känt på den. No, Island är så gott led. Island har Harpa skoledotter. Sveppis, förvirrande. Jag vet inte, jag har inte känt på den. Ja, hon är förvirrande, en svepp. Alltså. Dotter speak English? Nej. Nej. Jugoslavisk, okej. Vem är den bästa handbollsspelaren i den norska kvinnoled? Jag har inte sett. Du har inte sett? Nej. Är hon god? Ja, men jag ser inte på sådana ting. Jag är inte som fotbollgrejer. Ja, det är bara iskalla för handboll till sin band, är det? Jag är inte med den. Jag vet inte vad du tänkte på en gång. Jag följer inte med sådana kamper. Vad shit, eller pontan? Ja, man kan i ananasen alla. Okej, vi snackar för jag är på jobb nu. Ciao. Ja, det ska jobb nu. Var jobbar ni? Jobbar mina servitör. Jag kan ju snacka med en manager. Vem mannen du snackar nu? Är det en kvinna där men jag kan snacka med? Kvinnan har ofta har en stor sällskap långt bord. Akkurat nu hon driver och serverar också. Jag vill tala med en kvinna om matchen på natten, kvällen. Ja, men då måste du pröva ringa dit sen är det. Jag skulle inte komma här och säga. Inte heller. Nej. Jag är akkurat nu upptatt. Ja, tack om halvtimme de kan ringa. Ja, okej. Nu ska Island ska... Nej, här får han. Jag har aldrig talat jättemikla norsku á ævinni. Nei, var þetta ekki bara hókjættis norska hjá okkur? Þetta var alveg svaða fínt við aðmálega. Við vorum konur á flug. Hann vilti skilja okkur með þess að meiri hlutan að þessu. Já, hann var reynda frá Júgoslavíu. Já, mann heyrði það líka. En hvað, eiga íslensku stelpunar, eiga góðan séns í kvöld, veistu það? Eru norsarar taldi sterkar en við það? Ég veit það. Þú er nú handboltasefræðingun hérna í FM 9 blöð. Já, kannski ekki endilega í kvennaliðinu, sko. Nei. Kannski ekki kvennalið. En er ekki leikurinn sýndur örglega? Jú, hann er sýndur á Stöðusport-teldi, sko. Já. Þær eru búin að taka vídeofund og svona, sko. Hópurinn er í góðu standi, sko. Já, þetta eru góð leikar. Reyndar hún hérna Sunneva, hún sneri sig á æfingu í morgun. Illaði það. En hún ætti nú alveg að teljast leikfær, sko. Ok. Ég hef oft spáðið því, ég spáðið til mér setna að þú ert landsliðsþjálfari í handbolta og ert að fara stórmót eins og í Brasilíu og ert með rosalega gott lið í höndunum. Ímyndaðu hvað þú vilt innilega ekki að fyrirliðin verði ólétt. Nei, ekki endilega bara fyrirliðin. Já, bara einhver góð leikmaður eða svona einna besti leikmaður. Maður myndi einhvern veginn bara segja, herri stelpur, gerið það fyrir mig. Það er verjur núna. Það er HM í desember. Ekkert rugg um háskana. Það er enginn að fara hérna og veist, það er bara, þetta er mjög safe. Já. Því að það er öðmennilegt að þetta er náttúrulega til í gleði tíðindi og kona verður ólétt en svo alltaf kemur á þjálfræðinu og bara hvað heldur, ég er ólétt. Þetta er fáiði! Það er móti mass! Það er HM í desember, maður! Nei, Gústi, hann er svo nettur, maður. Já, en við Sveppi og FM 95 blöð óskum stelpunum, bara góð skengis í kvöld og áfram Ísland. Já, þú ert að hlusta á FM 95 blöð þennan, þriðju daginn. Drottins dýrðardagur. Já, hrikalega kalt út í maður. Þú ert að skafa? Nei. Ekki?
Nei. Þú ert ekki með bílskúr, eða? Nei, það var snjóa ekkert í nótt, sko. Ok. Ég þurfti að skafa það bara verið eftir að ég kom heim. Nei, það var bara kallt, sko. Skítakuldi og, vonandi ekki það sem koma skal. Ég var til að fá smá hlýju, en það hins vegar komið að rosalugum lið hjá okkur sem heitir Jóladagatal FM. Og maður sjá, Það fylgir þessu einhver svona tótt. Býtu heiðar höst maður sagði með maður sjá. En þú segir þetta aftur núna því ég er búin að klúsa hans. Já, kæru hlustendur, þá er komið að því sem að þjóðin hefur beðið eftir. Það er Jóladagatal stöðvar, FM 957. Oh yeah! Jóladagatal FM 957. Já. Þetta var þess að bettin sem ég átt að spila þegar ég myndi setja þetta á stað. Og nú eru einhverjir hlustendur FM sem að þekkja reglur. Ég svara bara hérna í síman og það er einhver heppinn hlustandi sem að vinnur jólapakka undir trénu. Og hann veit ekki hvað hann vinnur og svo bara opna ég hérna þá sé ég það. Þetta er þvílík spenna! Það er komið að þessu. Og má ég sjá. Hvað opnar þú, segir? Hérna, maður sjá. Þetta er síminn. FM 957 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað heitir þú? Katrín. Katrín. Hvað segirðu, Katrín? Hvað er að frétta? Allt fínt bara. Hvað er verið að brasa? Bara próf. Já, allir í prófun núna, maður. Já. Hvaða skóla er þið? Hem. Hvaða skóla er þið? Ég er í FA. Fjölbraut Ármúla, maður. Já. Já, yndislegu skóli. Ekki, já. Já, bara svo gott að koma í Ármúlan og eitthvað. Ertu á... Það er skóli, sko. Ertu á loka ári? Nei. Nei, og þetta er rétt að byrja þetta ferðalag þitt? Já, svona, ég er að vera búin með fyrsta ári bara. Og svo háskólinn? Nei, kannski. Gerðu okkur eitthvað ekki hættu skóla? Nei. Og say no to drugs? Já. Heyrðu, þú ert að taka þátt í Jóladagatal FM 957. Ertu spennt? Já. Já, ég trúi því, Það er einhver sem hægt að vinna hérna, nú flett ég og opna hérna pakkan. Já. Herðu, þessi jólapakki. Halló, ertu að það einhverna? Hún datt út. Nei. Greið. Datt hún út? Já, ég ger ekki neitt sko, ég kom ekki við neitt eða neitt. Hún var svo spennt. Já, og halló. Hvað heitir hún þetta? Halló, FM 957 blöð. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Þú varst heppinn, hinn datt út. Já, ég heyri það. Já, þú átti þetta eiginlega ekki alveg skilið, það er náttúrulega. Hvað heitir þú? Birgir, herðu, ég er búinn að opna pakkan og þetta er nú verið skemmtilega fyrir stelpuna. Þetta er TG pakki. Þú varst að vinna þér inn Epic Volume Blake pakning sem inniheldur volume fyrir hárið, shampoo, næringu og Superstar Queen for a Day. Hver vill ekki vera drottning í einn dag? Stendur inn í þessu. Þannig að þú getur komið og sótt þetta bara hérna nýra á FM. Já, ok. Þetta er svona hárvörur, ertu sköllóttur eða? Nei. Áttu kærustu? Nei. Ok. Þetta er kannski eitthvað sem þú getur nota til þess að reyna heilla stelpunar. Já, það kæmi til greina. Segist eiga pakk af TJ heima höður. Þetta er rosa pakki, maður. Já, þetta er flott, þetta er glæsilegt. Þetta er Blake pakning, ég held ég að sé þetta. Ok. Það er glæsilegt, þú kemur að peka þetta. Herru, hvað heitur ég á? Já, Birgir. Birgir hversson? Birgirsson. Birgir, frumlegt. Birgir, pappi þinn hefur verið á samastað á pappi minn þegar hann var að skýra. Já. Sverrisson. Herðu, Birgir Birgisson, takk aðeinslega. Later, bye. Nei, hann var ekkert sérstaklega ánægður með það, sko. Nei, af því að, sko, þetta var náttúrulega svona pínu stelpupakki og það hefði verið skemmtilega við hérna stelpuna að vinna. Greið, datt bara út á línni. Hún getur sendt með tölvupóst á 1.fm.is og ég bæti henni upp með allavega miðum í bíó. Já, eða pítsusneið eða eitthvað? Já, miða, hérna, við erum með miða á Harold & Kumar 3D Christmas í Sambjón. Ok. Bætum henni upp með því, ef þú ert að hlusta af vinguna, þá getur við sendt með tölvupóst á 1.fm.is og við bætum henni upp allavega. Þú fær 2 bíó með það, skárinn ekkert. Já, eða... Gleðileg ísjón. Ísbúðin, Háletisbraut. Nýjung á Pizza Hut. Nú er hún komin, drottning allra pizza, Crown Crust. Komdu, prófaðu og njóttu. Láttu sjá þig, Pizza Hut Smáralind. Jólin eru komin í Topshop. Fjölskyldu alias er mikil fjölskyldu skemmtun. Allir á mótu öllum og börnin spila með mömmu og pappa. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias fæst í Netto. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu við útvarpið
heimilið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Myndlistarskólinn í Reykjavík auglýsir nýtt skapandi og krefjandi nám til stúdentsprófs í sjónlistum. Örfá plásslaus. Umsóknarfrestur til 8. desember. Myndlistarskólinn.is. Samfilm kynir Harold og Kumar 3D Christmas. Mr. Claus, can you feel any of this? Jólagrínmyndin í ár komin. Frábær grínmynd sem ætti að koma öllum í sannkallað jólaskap. Harold and Kumar 3D Christmas. Frumsýnd 9. desember. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Já, ef að Bryan Adams kann það ekki, þá kann það enginn. Þetta þetta Bruno Mars vinnur okkar. Já. Það endar actually eins og sé grenjandi í laginu en ágætislagi engu að síður. Þetta er nettu vælukjóðan Bruno Mars. Já, Bryan Adams var alltaf líka svona grenjandi. Já, Bryan Adams I die for you, walk the world for you. I die for you, you know it's true. Fyrsta lagið sem ég vangaði var við Bryan Adams. Anything I do. Hann á stóran þátt í uppeldinu mín. Ég man bara þegar hann var með tónleika í höllinni og fóru stelpurnar í bekknum og fóru að grenja þegar þetta lag var. Ok, fórst þú ekki á hana? Nei. Nei, þú fórst eins og það á David Bowie, eða ekki? Jú. Og stóðst fremstur í röðun, eða ekki? Og tímdir ekki að fara og mixt á þig, eða ekki? Nei, mig á sviðið. Mixt á sviðið, fallegt. Hvað varstu gamall? Fallegt, ég var 18 ára eða eitthvað, ég veit ekki. Þú tímdir ekki að fara tilbaka? Nei, það var starf, ég gæti ekkert gert. Nei, ok. Það var bara fólk í þessu kannski bara? Ég veit ekkert það, maður verður bara að bjarga sig maður. Það er rétt, en herðu. Á þessum síðust og vestu. Já, Sverrir, þú ert mikið inn á Facebook? Nei, ok, en það er svona þú kíkir þar inn og svona. Já, öðru hverju. Ég var að velta í lesi fyrir þér að það voru að koma hérna út Facebook Records, metin í hinn og þess á Facebook. Já. Og til dæmis er metið í, lengsti þráðurinn, svona sem að fólk er að kommenta eitthvað svona vegnum. Já. 59.380. Kommenta á eitthvað? Já, þannig að spáði ef ég væri með eitthvað svona þráð á vegnum mínum sem væri bara, er á leiðin í F95 Blö og það kemur 59.000 komment. Vá, það er ekki hægt að lesa allt. Nei, bara er engin tími svoleiðis bull. Mesta sem að hefur lækað á Facebook er 573.528. Vá, hvað var það? Ég veit ekki, það stendur ekki. Það stendur bara most liked individual Facebook post. Þá er að tala individual, það er að tala einstakling, ekki neitt fyrirtækis öruglega neitt svona, Já, ok, það er öruglega einhver frægur þá, Já, hlýtur að vera, það segir sér pínu sjálft, það er engin ófrægur, bara að fá 573.000 nema sér samkynur, það er þetta mjög algengt á Facebookinu, þeir sem eru samkynið, það fá rosalega mikið að lækum. Já, það er svona að vera að stappi á stálinu eða eitthvað. Nei, ekki, bara vinsælir og skemmtilegir menn. Ég held að það sé bara, þú veist, við hefum mikið að vinnum og stelpuvinnum og svona. Og svo er hérna það mesta sem að hérna hefur verið, þú veist, á svona chat, svona opni reytinir hérna niður út að tala við fólk. Metið er 507. Hver er að tala við 507 einstaklega einu, getur sagt það? Einu? Já. Vá, það er ekki hægt. Nei, þetta er algjört. En það er þetta að taka yfir allt. Já, þetta er Facebook. Já, Facebook og Twitter. Ég var að komast að þér núna, ég var að reyna að komast inn á Facebook mín núna og það kemur að you forgot your password. Manstu ekki lykilorðið þetta? Það er einhver að lokka sig inn eða eitthvað, ég veit ekkert. Það er einhver búinn að lokka sig inn á þínu nafni? Já. Konan, njósnöði? Efast það. Ég held kunni ekki einu sinni fara inn á Facebook. Ok. En herðu, Þorvaldur Davíð, þú heldur hérna, ætlum við að hringi í hann eða? Já, ég held alveg. Ok, hérna, að henda á lagi og hringja svo í hann eða? Já. Ekki, ég var að spáði að spila hérna, hann Sverrir tók Hólar Löf hérna síðasta förstu dag og hvernig var að fá það bara? Já, dömur og herrar, þetta var hinn eini sanni, The Big Swaz. Já, ég væri til að vera með svona pípur, geta sungið svona maður. Ég reyndar held ég myndi drepa alla í kringum mig því ég væri alltaf syngjandi. Já. Vist, ég væri bara alltaf bara all you need for alltaf að syngja, veistu, ég er með svakalega galla. Erst þú með? Já. Það er ekki bara einn. Nei, fullt af göllum, en það er eitt svona sem er mjög vandræðilegur. Hvað er það? Það er sko, hérna, ég er mjög gaman að því að syngja og já, svona, ég tek ekki. Alltaf að syngja og svona. Alltaf þegar ég sé, til dæmis eins og Jakob Frímann Magnússon eitthvað, þá fer ég alltaf svona ósjálfrátt að raula eitthvað lag með stuðmunum. Já, við hann eða? Nei, bara, veist, ef ég sé Ingo, þá fer ég að raula bara svona, veist, Já, bara þú sjálfur? Ég fer alltaf að raula lög mannana sem eru í kringu þig? Já, það er ógeðslega anstæðanlegt. Það er bara vandræðilegt, alltaf ég sé bara einhver, já, heyrðu þið, Helgi Björns.
Telst þú góðu söngvari? Já. Er það? Já. Það hefur það verið sagt við? Já, það er sko, ég hef heyrt nefnilega mjög marga, Ég veit, þú ert ekki skelfur, þú ert ekki jafnlegur söngur og ég. Nei, ég held alveg lægi, sko. Góður í það. Ég er ekkert sérstakur, en það er ótrúlega fyndið þegar ég er verið að syngja í söngleikjum og svona. Já. Þá er alltaf svona, þeir sem sjá tónlistina. Já. Alltaf svona stapp í mig stálinu. Já, ok. Já, njálfið, þetta er bara mjög fínkjað, sko. Já, það var ekkert svo ræðilegt. Nei, einmitt, og það er mjög gaman og þeir eru alveg að meina það og svo fara þeir og bara, heyrðu, gæin er fáið, sko. Já, hún getur ekkert sungið. Nei, það er svolítið þannig, kannski. Ég gleymi því aldrei að ég, talandi Þorvald Davíð, ég fekk símtal einu sinni frá þeim bræðrum, sem áttu Skjá 1 einu sinni, Árni Þór og Kristján Ra. Já. Árni Þór hringir í mig og segir hann sé að fara að setja Footloose af stað. Já, sem hann lék í hann Þorvaldur. Já, og hann var búinn að sjá mig dansa í Crazy Bastard myndbátum og sagði, þú getur alveg dansað og getur ekki sungið og ég bara, nei, ég get nú ekki sungið og ég fór í svona einhverja smá pröfu og því að hann það til á vídeo, já? Nei, ég held ekki, því að hann var að spá í ég myndi, hann var að eitthvað hugsaði mig í aðalhlutverki. Já. Herðu, en svo bara heyrði ég aldrei í neinum aftur og ég er ekki að tjóka, það var ekki einu sem ringt á stæðir þetta er off. Við getum þetta ekki. Allt hérna las ég bara Þorvaldur Davíð, leikur aðalhlutverki í Footloose. Og þú nýbúinn að vera í pröfu fyrir aðalhlutverki? Já, það var greinilega það skelfilegu söngur hjá mér að sko, hann nefndi ekki einu sinni að ringja og segja, herðu, þetta er off. Fóst í pröfu fyrir söng? Já, ég söng þarna fyrir einhverja konu. Það er frábært. Og það er eitt svona með því verra sem ég lenti því að þá var ég mér langaði rosalega að leika aðalhlutur, veist, þú alltaf einhvern leiklutum og bara Footloose, ég bara ok, þetta get ég verið aðalhluturinn þessu söngleik, maður, rosalegt. Íslenski Kevin Bacon, maður. Já, nema það, svo náttúrulega eyðilegðist það allt saman og það sem ég kann ekki að syngja og við kennum það. En ég var að ringi hann, Davíð, ok, lestu þess að frétt þá. Já, sko, málið það, Þorvaldur Davíð, ekki nóg með það, hann sé successful leikari in the state. Já, hann var að útskriðast úr einhverjum þvílitt virtum leiklistum. Já, Gillard, eða mann ekki hvað þetta er. Já, Gillard, já. Þá er hann líka, þá er hann orðin andlit, sko, þá er hann orðin andlit, nýja herra Ilmsins frá Gyðju Collection. Já, það er bara alltaf detta fyrir hann að strák. Það eru bara, já, nákvæmlega, hann einhvern veginn, og ekki nóg með það, svo er hann líka mjög góð söngvari, syngur eins og engill. Já, það er hringing hjá hann líka, heyrðu. Ógeðslega hress hringing. Ég hef ekki heyrt það. Halló, heyrðu. Já, þetta er gamla góða. En varstu einhver bara að láta vita að ætlum að hringja hérna? Nei, ég fekk bara númeri hjá honum Jóhannes í Hauk. Ok. Þeir voru að leika saman í bíó og svona, sko. Já, þetta er sko Þorvaldur. Halló. Já, hver er það? Hrafn heiti ég. Já, ok. Hrafnkell? Hrafntinna. Já. Herðu, við erum að reyna að ná í hann Þorvald Davíð. Já, hann er bara fyrir miður ekki við. Hver er þetta með leyfi? Þetta er Sveppi hérna. Sveppi Krull. Barnastjarna Íslands. Barnastjarna Íslands, hann búinn að gera alls konar. Leikið Hellingarsíti. Aldrei, veist ekki hvað það er? Jú, ég veit hvað það er. Já, frábært. Frábært. Já, hann er ekki hérna fyrir miður. Hvar er hann? Hann er einhvers staðar, hann er rétt að komin heim held ég. Er þetta ekki þannig, ert þú konan hans? Já. Já, til hamingju, ég segi ekki hana. Já, ég segi ekki hana. Er þetta ekki þannig að hann læti þið hafa símana því hann þekkir ekki númerið og læti þið svara og segir ekki segja ég segi hérna, ég þekki ekki númerið. Alls ekki, hann glemdi símanu sína. Nú, ok. Hann er rosalega fallegur hann Þorvaldur Davíð. Já. Við erum hérna sem sagt í útastættinum hans Ötta, FM 95 Blöð. Já. Og við vorum að sjá að hann er hérna núna farin að auglýsa sko nýja herrailminn frá Gyðju. Ég veit. Og það stendur alveg hérna, hann er að mörgum talin fallegasti maður landsins. Þú ert væntanlega sammála því? Að sjálfsög. Þú ert sammála því. Þú ert þessi heppna, já. Já. Það er auðvitað miklu skemmtilega að tala við þig heldur en hann. Búið þið erlendis, já? Já, við búum erlendis. Þið eruð í New York City? Nei, við erum í Los Angeles. Enn betra. Ég þól. Það er alltaf þetta. Og þeir að fara að gifta ykkur var ég að heyra. Já, næsta sumar. Næsta sumar, maður. Yeah. Það er frábært, það er ótrúlega gaman að heyra. Já. Og svo var ég að heyra að þú var ólétt. Ólétt? Nei, ég er að tjóka. Þetta er verið að veiða upp þér. Það hefur nú verið gaman. Það er næsta sem að þetta er inn maður, láttu mig þekkja það maður. En hvernig það... Ég ætla nú fyrst að klára námið og svona. Já. Þegar maður er kærast á Þorvalds Davíð, hvar kynntist honum? Ég kynntist honum í skírnaveislu.
Alveg, ok, það fallegt. Það eitthvað sameiginlegur vinur eitthvað eða? Já. Þú vissi nú af honum áður en þið kynntust? Nei, ekki. Jú. Þú þoldir hann ekki sem krakki samt, heyrði ég líka einhverstar. Já, það veit. Nei, þú vissi, þið voruð ekki saman í Vestló? Nei, þegar ég byrjaði að Vestló þá var hann útskrift. Já, hann svona miklu eldri en þú. Svona miklu eldri. En þá vissi, já, þá náttúrulega varst þú búinn að sjá hann í leikritunum og svona. Já, þegar ég var lítil. Var það Bugsy Malone sem að heillaði þið mest eða hvaða leikrit var það sem að brætti þitt hjarta? Ekki segja Footloose, það voru brjálæður. Hvað segir þið? Ekki segja hvað? Ekki segja Footloose, að ég átti að vera þar. Já, nei, ég sagði það ekki. Nei, mitt. En það fór enginn á það eftir að breyttum söngara síðust. Ötti nefnilega fór í pröfu fyrir Footloose aðal hlutverki. Já. Og tapaði því fyrir Þorvaldi Davíð. Kann ekki að syngja. En hann líka fantagóður lagahöfundur, eða ekki? Jú, hann ágætis lagahöfundur. Eitthvað sem þessi drengur kann ekki. Segðu okkur nú eitthvað slæmt hennar mann. Já, gerða það fyrir mig. Eitthvað svona einhverja smá galla, hann veist. Það að þinnast á honum hárið, þegar ekki? Hann gnýsti tönnum í svefni. Nei, ég veit ekki eftir því, það enda nýbúið að klippa hans stuð. Já. Það ekki að þinnast. Það viðsetnaðast þið ekki. Nennar að segja okkur einhvern galla. Hvað svona hans helsti galli? Eitthvað svona. Ekki svolítið vond lykt á hann? En heyrðu, ég verð að segja ykkur, ég bara því miður, ég að fara tónleika og ég verð að drífa mig. Á tónleika klukkan, 5:30 á þriðjudegi? Hvað hefur verið að fara að spila? Ég að fara tónleika í Fíladelfíu. Í Fíladelfíu? Já, ok. Já, ertu svona trúið? Ég alveg rosa trúið. Já. Ég fór oft með og afa í Fíladelfíu þegar ég var krakki. Já, kynntist þar ýmsu fólki. Ég fer á svo tónleika með fjölskyldunum minni og hérna. Hver eru að spila? Það bara kórinn í Fíladelfíu. Og erum við að tala Óskar Einarsson á hljómborðið? Við erum að tala það. Hann snill. Vel gert. Hann snill. En heyrðu, bara því miður. Já, við erum alveg að fara að sleppa þér, nennu að segja okkur eitthvað eitt slæmt Þorvald Davíð. Ég bara hef tíma. Til að hugga okkur. Hann er ógeðslega tærið, ekki? Hvað segir þið? Nei, hann er mjög fallega tærið. Gat við. Heyrðu, þú verður að skila ofsakóri kveðið til hans fara að sveppa á þetta. Ég skila ofsakóri kveðið. Böðum heilsónum og segðu honum að okkur þykja hann nánast fullkominn. Já, ég skila því. Takk fyrir. Heyrðist. Ok, bara, heyrðu þetta, það engin galli. Hún gæti ekki fundið neitt. Hún gæti ekki einu sinni, hún hafði ekki einu sinni í sér að ljúa okkur á henni ljóta tær. Gæti hún ekki gefa okkur það? Hann gæti, hann gæti verið að gnýsta tönnum í svefni. Það er ekki ólíklegt. Hann gæti svitnað meira heldur en góðu hófi gegni. Ég vona að það sé eitthvað þannig. Ég vona að hann sé bara með ónýta svitakirtla. Það er ekkert, já, það er alltaf eitthvað undir niðri, sko. Já, ég veit það. Það er engin svona fullkominn, sko. Það getur bara ekki verið, sko. Nei. En talandi um fullkomna menn, við ætlum líka að heyra í Sigga Storm hérna, þetta er ekki? Já, við ætlum að heyra hans í honum. Það er eitthvað. Ég er ekki búinn að tala við hann heldur, við höfum bara að hringja í hann. Kannski svara konan hans. Mér finnst þetta eitthvað svolítið skemmtilegt að hringja bara á hans að vera að láta vita. Já. Eins og þarna, hann lentu á kærustu hans. Já. Og hún er ofsatrúi á leiðinni í Fíladelfíu og tónleika. FM 957 mælir með Karen Millen, Kringlunni og Smáralind. Í Karen Millen færðu glæsilegar jólagjafir fyrir konur á öllum aldri. Úr, skartgripi, skó og töskur á samt glæsilegu úrvali af vönduðum fatnaði. Ef þú ætlar að gera vel við þína heitt elskuðu þá mælum við með Karen Millen. Fylgstu vel með á FM 957 í vikunni. Þú getur verið heppin og næstir í skart frá Karen Millen. FM 957 og Karen Millen. Gleðileg jól. Plata vikunar á FM 957 er fjórða breiðskífa Dikta, Trust Me, sem inniheldur 11 frábæri lög. Meðal annars smellin What Are You Waiting For? Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög af plötunni og gefum eintök. Fyrstu vel með og neldur í eintak af Trust Me með Dikta, sem er plata vikunar á FM 957. Við erum með allt í réttu rafsuðuna. Sindri, Viðarar 6 og Bæjarhraunir 12. Jólasveinar aðtugið, gjafabréf í skóinn, ísbúðin, Háaleitisbraut. 25 ára afmælisleikur Lotto. 25 glæsilegir aukavinningar í desember. 1 milljón fyrir hvert ár þegar þú kaupir 10 raðir í Lotto eða Víkingalotto eða ert í áskrift. Lifðu þér smá afmælis Lotto. Á Korputorgi er allt á einum stað og á betra verði. Opið til klukkan 6:30 í kvöld. Korputorg, meira úrval, betra verð. Tattoo í jólagjöf. Gjafabréf. Gefðu tattoo í jólagjöf.
Reykjavík Inc. Tattoo Shop, Frakkastíg 7, sími 551-7707. 3 milljarðar. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgar í hádeginu, steikborgar á kvöldin. Hamborgarabúla Tómasar. Desembertilboð í 10.11. Græna kakan á 399 krónur. Innbökuð pilsa á 199 krónur. Hámark á 179 krónur. Maltasess á 249 krónur. Kók 2 litra 4-pack á 999 krónur. Toffee Crisp á 59 krónur. Lakrísjanki á 89 krónur. Trópi 330 centilítrar á 119 krónur. 10.11. Opið í 20 ár. Records kynir Jólaplögg Records á NASA föstudagskvöldi 16. desember. Vegleg tónleikaveisla með Of Monsters and Men, Agent Fresco, Sigur, Locker B og Orphic Oxtra. 50 fyrstu sem mæta fá glaðning frá Bífíster. Forsala miða er hafin á miði.is og er miða þeirra 1500 krónur í forsölu. Hvort liðið skorar næsta mark? Tippað á leikina í beinni. Nýjir möguleikar bætast við á meðan þú horfir. Lengjan beint. Taktu beinan þátt í leiknum á lengjan.is. Nú bjóðum við mikið úrval af tölvum og spjaldtölvum. Velkomin í heim hátækni, Ármúla 26. FM 95 blöð. Á FM 95. Þetta er gott lag, ég fíla þetta. Jólalag. Þetta er kósi jólalag hérna hjá okkur strákunum. Ertu komin eitthvað jólaskap, Söpi? Það stýttist nú heldur betur jólin núna. Já. Ég er ekkert eitthvað, ég finn ekkert eitthvað sérstaklega svona fyrir því þegar ég fyrir jólaskap, sko. Nei, þú ert náttúrulega að tekja bara faðir, ekki komið spenna á heimilið og... Jú, það er dagatal og... Skórin ekki komin út í glugga? Nei, það gerist núna 12. helgi. Stekkjastöður fyrstur maður. Já, það er snillingur. Og talandi snillinga, voru ekki að spá í að syngja í Sigga Storm? Jó. Hvað hérna, ég fattaði ekki hvað varst að ruggla á hann með það. Hvað viltu heyra í Sigga með? Bara, mér langar að tala á. Ok. Hringstu mig, já. Það varstu með númer á það er sko ekki gáðilegt að setja númer hans Sigga Storms beint í loftið, því að þá verður hringt í hann á nóttin. Það eru stúlkur að núti sem að myndi degja fyrir þetta númer. Siggi Stormur, já, ég sé hérna. Nei, bara það er búið að spá endalusum kulda. Ætlar að ræða þann bara veðrið það? Já, það er sko, mér finnst allt og lítið það að útvarpsmenn tali veðrið. Já, sammála. Við sérfræðinga, skilurðu? Já. Maður hlustast stundum á Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Já. Og hann segir, já, það er búið að spá haglili og maður trúir honum ekki. Nei, nákvæmlega. Þú veist, svo er einhver aðrir svona, já, það er eitt og annað framöndan hérna, einhverjir svona gæjar á FM hérna sem eru undan okkur, koma, já, það er búið að spá svona, og maður bara svona, ég er ekki að kaupa þetta, ég trúi ekki að þessi menn, þeir bara séu með þetta á hreinu. Þetta búið líka? Já, ég með allt niður hérna, halda árum að tala, þetta var skemmtilegt til þér. Já, takk fyrir það. Já, og það sem að hefur vantað í útvarp í gegnum tíðina er að taka þessa veðurumræðu lengra og fá að tala við fagfólk. Það vantar. Það vantar að fara að gera þetta núna. Nei, þetta fyrir, Halló? Sigurður? Það ringir allavega. Og það er ekki margir sem vita það. Siggi Stormur líka, og hann er á Celebrity. Já, hann er eini íslenski viðurfréttamaðurinn sem hefur náðust celebrity status. Já. Hann fer fram fyrir röð og svona. Og einu sinni, sko, náði ég að ljúga að Pétri Jóhanni að Siggi Stormur. Halló? Siggi? Sigurður! Stormur? Stormur! Nei, hann er ekki að svara. Hvað náður að ljúga Pétri? Það er náttúrulega léttast í heimir að ljúga Pétri Jóhanni, sko. Já, ég sagði hann að Siggi Stormur væri, sko, uppaflega bara gæi sem heitir Þorvaldur Björnsson og búi á Akureyri og Stöð2 hafi fengið hann og búið til einhvern svona veðurfrétta karakter sem heitir Siggi Stormur og sæi veðri. Þetta væri svona áhuga leikari. Og keipti Pétur það? Já, hann bara, nei, þú ert að ljúga þessu. Þetta var þegar hann var að byrja niður frá. Já, mjög fyndið, sko. 8, 9... 8 eitthvað. Hann er náttúrulega á fullu núna að skoða, sko. Hann má ekki draga af þessu, sko. Það er svo rosalega kallt úti, sko.
Sjáðu þið þarna hinum eina, brjála að gera. Já, þetta erfitt. Maður bæði tala og maður líka tæknimaður. Siggi Stormur. Hann hlýtur að vera að lenda rosalega mikið í því núna því að það er svo kallt og búið að spá alveg rosalega miklum kulda, 20 stiga frost. Þannig að þegar hann fyrir út á götu, þá er fólk að kalla, byrju Siggi, átti ekki að vera kaldara? Eða skilur við, Siggi! Heldur að sé alveg öskrað reglulega eftir honum. Hvernig er veðrið á morgun? Já, pottið, fólk er að öskra þvílít á eftir honum. Ef hann fer á djammið eða eitthvað svona, skilur við, fer eitthvað, það er allir sem koma bara, hei! Akkur er svona kallt, Siggi? Já, hvernig verður veðrið í Vesturbænum í fyrramálið? Hvar djammar Siggi Stormur? Siggi? Hann er alltaf austur. Hann er austur, já. Nei, hann er ekki þann típa. Hvað er hann gamall? Ég veit það ekki. Það veit ekki hvað hann er gamall. Nei. Hann hefur náð að halda sér rosalega svona dularfullum og ég held að það er myndið sem gera hann. Halló? Siggi Stormur? Það er eitthvað svo mikið leynd yfir honum. Maður veit ekkert hvort hann er í konu eða börn. Nei. Maður veit ekkert hvar hann vinnur. Hvar er hann að spá veðrið? Er hann bara einhverstaðar í eitthvað svona veðurkofa? Já. Og hann er ekki á Veðurstofu Íslands. Hann er alveg á sér báti. Hann er bara með sína veðurathugunarstöð bara einhverstaðar á Vassenda þar sem hann er bara Ég veit á þetta að snjóa á þetta liða morgun svo blokkar hann um þetta á það. Það er hann bara í kampaðinu og veislu. En hefðu við reyndum að ringja Sigga Storm, það hefnaðist ekki. Nei. Því miður svona getur það verið stundum. Veistu hvað þetta kallast auðviti? Hvað? Lifandi útvarp. Já, við bara, við tökum sénsinn. Já. Og stundum hefnaðist þetta og stundum ekki. Já, það er ekki að spyrja á strákanum úr Coldplay, maður. Nei, þetta er lagið Paradise, virkilega flott lag. Ég á eftir að hlusta á hana nýja disk. Ég verði að viðurkenna, ég er ekki búinn að hlusta á hann. Nei, en hlustar það mikið á diska? Já, mér finnst það þægilegt að kaupa mér alltaf einhvern svona eitt til að vera með í bílnum. Já, það er þetta rétt hjá þér. Nú veist mér gaman að hlusta. Sammála því. Ég er einmitt núna með strákan í Dikta. Já, það eru fínir. Já. Indislegir. Kæru hlustendur, það fer að líða að lokum hjá okkur Auðunni Blöndal hér í dag. Það er búið að gera ýmislegt skemmtilegt. Já, það voru pick-up-linu í New York, við hringdum í mömmu, við hringdum í kærustu Þorvalds Davíðs. Já, það voru yndislegt. Við hringdum til Noregs og sögðum að við myndum vinna þennan handboltaleik í kvöld. Sif Friðleifs stóð sig vel í hitaklefanum. Já, þetta er bara búið að vel þéttu þáttur í okkur strákanum. Já, nú fer maður heim að borða og slaka á, hvað er það að borða? Ég er eitthvað sem segir mér ég komi við og sæki smá ningsjabel. Eða serrano. Viltu koma til mín? Hvað ertu með? Soðin ísa. Nei, ég er ferskur. Ég finn eitthvað út af þessu. Takk samt. En við þakkum kærlega fyrir hlustununa í dag á FM 95 Blö. Ég verði mættur á morgun með nýjan gestastjórnanda, þannig að endilega stillin og það. Og ekkert fara neitt, hann er að mæta þetta Rikki G-bletturinn og ætlar að halda öllum í fjöri fram á kvöld. Já, nú byrjum við að dansa. Já. En, er til betra lag? Er betra lag til að dansa yfir, þá er það þetta. Já, melónan. Samt er ég svona fá. Melónan. Þá lætur það bara freinum annað út hitt og bara, Ég skrif þetta allt niður. Þú er alltaf persónuljósnir. Hvað er í dagbók? Já, kæri dagbók. Prófaðu og njóttu. Láttu sjá þig, Pizza Hut Smáralind. Þriðjudags tilboð Dominos. Þú sækir miðstæða pizzu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos 58 12345. Hvað er mjög þotn í þessu? Mistu ekki af jólabónus American Express. Skráðu þig á americanexpress.is og tvöfaldaðu vildarpuntasöfnun Icelandair af allri veltu. American Express.